Við ætlum að byrja á því að nota Age Perfect Cell Renaissance dagkremi frá L'Oreal. Við ætlum að bera þetta krem á með höndunum, en þetta krem ver húðina gegn mengun og svifryki og alls konar sem getur verið í umhverfinu og þetta dregur einnig úr öldrun á húðinni. Svo ætlum við að nota Madara Anti-Fatigue augnkrem. Þetta augnkrem dregur úr þrota undir augunum og birtir upp augnsvæðið. Við ætlum að nota farðagrunn frá Estée Lauder The Smoother Universal Primer. Þessi primer gerir húðina alveg silki mjúka og fyllir upp í allar húðholur. Þannig að við höfum alveg slétt yfirborð til þess að vinna með. Við ætlum að nota Double Wear farðan frá Estée Lauder. Þessi farði gefur ofboðslega góða þekju en heldur samt sem áður í svona náttúrulegt útlit. Og hann fyllir vel upp í allar húðholur og fínar línur sem getur verið og smitast ekki í föt né bráðnar af andlitinu. Næst ætlum við að byrja á augunum og við ætlum að nota augnskuggagrunn frá Estée Lauder. Þessi augnskuggagrunur jafnar út allan lit á augnlokinu og passar að augnskugginn okkar haldist í gegnum allan daginn. Við ætlum að nota augnskuggapaletuna Ombre Rouge frá Becca. Og ég ætla að byrja á því að taka þann hérna næst ljósasta litinn. Og við ætlum að setja þennan lit yfir allt augnlokið. Næst ætlum við að nota lit númer 3 og ég ætla að einbeita honum aðeins meira á ytri augnlokið. Og svo ætla ég að taka lit númer 5 og ég ætla að þrýsta honum á ytri augnháralínu og aðeins upp. En ég tek hann ekki alveg í glóbus. Svo að nota Double Wear Stay in Place Eyeliner og ég er með litinn Coffee og ætla að fara bara meðfram augnháralínunni. Og svo ætla ég líka að fara svona undir þannig að ég fer alveg við augnháralínuna og þétti augnhárin. Svo tek ég svona lítinn busta og dreifi aðeins úr eyelinernum. Svo ætlum við að nota eyelinerinn líka í neðri vatnslínu. Bara svona létt. Næst ætlum við að nota Bobbi Brown svartan gel eyeliner. Og við ætlum bara að setja örlítið alveg við augnhárrótina og aðallega á ytri endan á augunum. Og svo ætlum ég líka að taka hann örlítið hérna í innri augnkrók. Það er í örþunarlínu. Þetta False Lash Effect maskaran frá Max Factor. Við ætlum að nota svona litaleiðréttinga serum frá Bobbi Brown. Við erum að nota litinn Porcelain Peach en hann tekur svona brúnan mislit sem myndast stundum undir augunum.
Svo ætlum við að nota smá af Concealer Kit frá Bobbi Brown í litnum Warm Ivory. Svo ætlum við að skyggja andlitið með Insta Duo Contour stikkinu frá Rimmel. Næst ætlum við að nota svona krem augnskugga frá Bobbi Brown í litnum Golden Pink og ég ætla að setja hann hérna í innri augnkrók, bara örlítið af honum til þess að aðeins birta upp innri augnkrókinn. Næst ætlum við svo að nota Becca Shimmering Skin Perfector Liquid í litnum Opal og við ætlum að setja örlítið af highlighternum. En ég ætla að passa mig að fara ekki of ofarlega. Við ætlum að nota Perfecting Loose Powder frá Estée Lauder til þess að taka svona ljóma sem við viljum ekki hafa aðeins fara upp og til að setja highlighterinn okkar aðeins. En ég ætla ekki að taka púðrið of hátt undir augun. Við ætlum að nota Bronze Goddess sólapúður frá Estée Lauder. Við ætlum að nota það til að setja skyggingun okkar. Og það er rosa gott að bara dumpa púðrinu en ekki strjúka því alveg. Svo ætlum ég líka að taka örlítið af sólapúðrinu í skyggingun okkar. Og það er alveg beint á mig. Og þá tengjum við allt saman. Augabrúnirnar ætlum við að nota The Brow Multitasker frá Estée Lauder. Þetta er svona skáskorinn busti og við ætlum rétt að fylla inn í og móta augabrúnirnar. Ég ætlum að nota varablýant frá Becca í litnum Pouty. Ég ætla að fylla alveg inn í varirnar með varablýantnum. Svo ætlum við að nota Blooming Lip Balm frá Estée Lauder í litnum Envy. En hann er svona semi-glær en smá bleikt í honum. Og ég ætla bara að setja það yfir. Og síðast en ekki síst ætlum við að nota setting spray frá Smashbox og loka.